Komið í sæl og blessuð. Pétur Þorsteinsson heiti ég og kem frá Óháðasöfnuninum í Reykjavík. Og hjá okkur 5. dagur að syngja Drottins ljóð í framandi landi, tekið úr sálmi 37. Og hér svo ritningalestur úr sálmi 137. Við Babýlonsfljót sátum við og grétum þegar við myndum Síónar. Á pílviðina þar heimtu við upp gíur okkar, því að þar heimtu verðir okkar söngljóð og kúarar okkar kæti. Syngið okkur Síónarljóð. Hvernig getum við sungið Drottins ljóð í framandi landi? Ég lesi nú Lúkasarguðspjalli 23. kafla, en Jesú fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér þeim og mælti: Jerúsalem dætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum ykkur og börnum ykkar. Því að þeir dagar koma menn munu segja: sælar óbyrjir og þau móðurlíf sem aldrei fæddu og þau brjóst sem enga nærðu. Þá munu menn segja við fjöllin: hrynnið yfir okkur og við hálsana hyljið okkur. Því að sé þetta gert við hið græna tré, hvað mun þá verða gert við hið vistnaða? Íhugun harmkvæli sálmaskáldsins stafa af útlegð Júda þjóðarinnar í Babýlon, en í þeim endurómar kvöl útlegðarinnar óháð tíma og menningu. Hugsanlega hrópaði sálmaskáldið þetta stef í átt til himins. Eða mælti fram eitt vers í einu milli djúpra ekkasoga, eða flutti ljóðið og yppti öxlum leið í skeytingaleysi sem getur ekki stafað af öðru en því að búa við óréttlæti og finna vanmátt sinn til að breyta neinu sem skiptir máli. En hvernig sem orðin voru flutt, finnur tregið þessa kafla samhljóm í hjörtum þeirra sem meðhöndluð eins og ókunnug í öðrum löndum eða sínu eigin landi. Í sálminum lýst kröfu kúaranna að brosa og sína kæti, að syngja sönga hamingjuríkja fortíð. Gegnum alla söguna svo krafa gerð til jaðarsetts fólks. Hvort sem var ræða niðurlægjandi farandssýningar, dans, geisana eða sýningaratriði villta vestursins með kúrekum og indjánum, þá hafa kúgarar iðulega krafist þess að kúa fólk látist vera hamingjusamt til þess að fá að komast af. Skilaboðin eins einföld og þau grimmileg. Söngvar ykkar, hefðarvenjur ykkar, menningarleg sjálfsvitund ykkar, trúaleg sérstaða ykkar eingöngu leyfileg með að það hentar hagsmunum okkar. Í þessum dag í sálmi kynslóðum kúara gefin rödd. Hvernig getum við sungið Drottins ljóð þegar við erum ókunnug í okkar eigin landi? Við syngjum ekki fyrir þau sem skerða frelsi okkar, heldur til að lofa Guð. Við syngjum að því að við erum aldrei ein, Guð hefur aldrei yfirgefið okkur. Við syngjum að því að við erum umkringd fjölda votta. Við fáum innblástur frá gengnum kynslóðum og helgu fólki. Þaðan kemur hvatningin til að syngja söngva, vonar, söngva frelsis, ljóð frelsun, ljóð ættjörð þar sem fólk endurreist. Sæl, ég heiti Sigríður Árnadóttir. Kristin eining. Lúkasarguðspjall segir frá því að fólk, margar konur í þeim hópi, heldur áfram að fylgja Jesú þegar hann ber krossinn til Golgata. Slík eftirfylgd lýsir sannri tryggð. Jesú þekkir líka baráttu fólksins og þjáninguna sem það þarf að gangi gegnum við að bera af heilum hug sína eigin krossa. Kristi fólk nú á dögum miðlar milli trúarhefða, sálmum, bænum, hugleiðingum og innsýn. Það gerist fyrir tilstilli samkirkjuhreyfingarinnar. Við þiggjum hvert af öðru gjafir sem fæðast af trú og kærleiksríkri eftirfylgd kristins fólks úr öðrum samfélögum en okkar eigin. Fólk sem oft reynir mikið á í baráttunni. Miðlað verðmætum gjöfum sem okkur ber að varðveita því þær vitna sameiginlega kristna trú okkar. Áskorun eða hvatning. Hvernig höldum við á lofti sögum gengnar kynslóðir
og heilagt fólk sem lifði á meðal okkar og söngva trúar, vonar, frelsunar úr ánauð. Við skulum biðja. Guð hinna undirokuðu, opna augu okkar fyrir þeim ógnum sem systur okkar og bræður í Kristi búa enn við. Megi andi þinn gefa okkur hugrekki til að syngja einum rómi og láttu heyrast í okkur vegna þeirra sem líða óheyranlega þjáningu. Við biðjum í Jesú nafni. Amen.